Já, velkomin að Rauðaborðinu sem að á mánudagskvöldi. Það á aðventu og við erum stödd svo að segja niður á þingi. Það eru 3 þingkonur hérna við Rauðaborðið, hver við sitt borð á sínum skrifstofum niður á þingi. Það er Ásta Lóa Þórsdóttir sem er nýkjörinn þingmaður Flokks fólksins og svo reynsluboltarnir Halldóra Mogensen Pírati og Oddný Harðardóttir frá Samfylkingunni. Verið velkomnar. Hugmyndin var nú bara að taka svona stöðuna á pólitíkinni og þinginu svona í þingbyrjun og það er ekki best að byrja á Ástu Lóu sem hefur verið glögga gestsauga, svona hvernig líst þér á þetta? Hvað sérðu fram á að þú og þið niður á þingi séu að fara að fremja stór afrek svona fram til jóla og næstu vikum? Já, ég held að verði svo sem ekkert mikið stór afrek fram að jólum, þar sem að fjárlagafrumvarpið er bara í vinnu fram að þeim tíma, en við ætlum okkur að sjálfsögðu að gera allt sem við getum til þess að gera góða og stóra hluti, en við vitum það líka, það er rammareipa draga og allt það, en mér líst bara ágætlega á þetta, það er að segja svona sem nýgræðingur hérna inni, þá kemur endur óvart að þetta er skemmtilegu vinnustaður. Ég var nú eiginlega bara svolítið hissa á því, en þetta er það. Og en eins og ég segi, það er ýmislegt sem kemur óvart, það er bara þannig. En ég hlakka bara til að takast á þetta. Má ég svona. Má ég spyrja þig, Halldóra, manstu eftir því svona þegar þú varst svona newcomer á þingi, nýkomin á þing. Varstu bjartsýnni þá að þú myndir að ná fram breytingum og svona heldur þetta í dag? Þetta orðin kaldrifjuð með tímanum? Nei, veistu að ég var mjög bjartsýn þegar ég var enda bara skíthrædd þegar ég kom inn fyrst. Ég vissi ekkert hvað ég var að koma mér út í að við hverju ég var að búast. En komst mjög fljótt að því að einmitt bara tek undir þetta er skemmtilegu vinnustaður. En ég var bjartsýn og ég er það ennþá. Ef ég væri ekki bjartsýn á að það væri hægt að breyta einhverju, þá held ég að ég væri bara hætt. Ég myndi ekki nenna þessu ef ég væri ekki bjartsýn á að vera hægt að fara í breytingar. Þetta er bara það mikil vinna og það mikil einhvern tilfinningarússibanni og álag og streita og grátur og hlátur sem fylgir þessu að ég myndi ekki leggja í þetta nema bara það að ég trúi því innilega að það sé hægt að gera góða hluti hérna inni. Oddný, þetta er nú bara þinn tími, fjárlög eru þitt uppáhaldið ekki, þannig að þetta er eiginlega besti tíminn á þinginu framöndan. Svefnlausar nætur yfir fjárlagaafgreiðslu. Já, nú er ég ekki í fjárlaganefnd, sko, þannig að þetta er nú fyrsta þingi sem ég er hvorki í fjárlaganefnd ég efnaðs- og viðskiptanefnd, en ég sitt í velferðarnefnd og þar eru þetta helmingurinn eða meira af fjárlögum sem við förum með í gegnum velferðarnefndin og velferðarmálin. Mér finnst sko að því þú varst að spyrja þær hvernig svona upphæfið væri og ég er búin að vera 12 ára á þingi og þetta er 5. þingið held ég þingbyrjunin sem ég fer í gegnum. Og mér finnst þessi þingbyrjun verið allt öðru sem hinn þingin. Og hvernig þá? Mér finnst bara meiri svona, mér finnst allt svolítið svona blörrað ef ég má sletta. Það er ekki, mér finnst ekki vera, ég veit ekkert hvert þessi ríkisstjórn er að stefna og þá er svolítið erfitt fyrir okkur í stjórnarandstöðunni að eiga við þá stöðu. Mér finnst þetta mjög óljóst alltaf allt saman og skrítið að fara inn í þetta þing. En af því þú nefndir fjárlögin var þessi ríkisstjórn búin að samþykkja og stjórnarflokkarnir búin að samþykkja 5 ára fjármálaáætlun og þessi fjárlög eru bara, eða þetta fjárlagafrumvarp er bara byggt á þeirri áætlun og það er ekki mikið farið út á sporinu þar eins og kannski mátti búast við
þó að stjórnarflokkarnir hafi nú afneitað þessari áætlun í kosningabaráttunni, þá hún undir næstum bara algjörlega, það eiginlega ekkert, það bara nokkur svona smáatriði sem eru svona breytingar frá þeirri áætlun fyrir árið 2022. Þannig að í rauninni kemur lítið á óvart þar. Annars þetta bara framreikningur sem að embættismennirnir í fjármálaráðuneytinu hafa bara getað gert með að við fjárlög síðasta árs og fjárlaga áætlun. Já, en breytingin sem hefur orðið á milli þess að stjórnarflokkarnir samþykktu fjármálaáætlunina bara miklu betri staða á efnahagnum, sko. En eina sem þau ákveða að gera að taka úr gildi sína sérstöku reiknireglu sem þau settu nú upp og það ætti að byrja að skera niður eða hækka skatta árið 2023. Þau taka hann í gildi, úr gildi, þannig að fjármálareglurnar detti ekki inn fyrir 2026. Það eina breytingin, sko, sem skiptir ykkur máli. En á ekki bara ekki fjárlögin eftir að koma bara í miðjan desember svona það sem að stefnan kemur fram, eða hvernig þetta? Jú. Má ég taka eins undir með Oddnýju með hvað þetta furðuleg byrjun á þingi og kjörtímabili. Aðalega, sko, þetta svo skrítið hvernig ríkisstjórnin alveg að nýta sinn fulla þingstyrk til þess að bara taka allt sem að þeir geta af stjórnarandstöðinni. Það að segja að byrja einhvern veginn nýtt kjörtímabil á að taka allar formennskur sem að mér finnst alveg vera kannski skiljanlegt að einhverju leyti. Ég skil það að meirihlutanum þykir óþægilegt að hafa nefndaformennskur í höndum stjórnarandstöðinnar, en að líka taka sæti af stjórnarandstöðinni í helming fastanefnda Alþingis. Það að segja að í staðan fyrir að vera með 5 stjórnarþingmenn í hverri nefnd sem venjan og meirihluti út af því að stjórnarandstaðan hefur 4 sæti, að taka 6 og skilja stjórnarandstaðan eftir með 3 sæti. Þetta svona einhvern veginn upphafið af kjörtímabilinu, þar sem algjörlega fokið út í veður og vind þessu hugmyndum að efla þingið, að efla stjórnarandstöðuna, að efla lýðræðið og þingræðið og allt þetta. Þannig að þetta rosalega furðulega svona skilaboð frá stjórninni inn í þetta nýja tímabil. Þetta var svona það sem að mér langaði til þess að bregðast við og það sem kom mér mest á óvart. Ég bjóst ekki alveg við þessari hörku í okkar garð. En náttúrulega, kanntu að lesa svona stefnu út úr fjárlögunum eða stefnu stjórnarsáttmálanum? Svona hvers konar ríkisstjórn það er þetta hægri stjórn eða vinstri stjórn eða stöðnunarstjórn eða er þetta stjórn landstækifæranna eða hvers konar ríkisstjórn er þetta? Nei, ég held að þetta sé nú ekki stjórn landstækifæranna og ég held að þetta sé nú frekar stöðnunarstjórn en nokkuð annað. Það er náttúrulega gríðarlegt að læra það einhvern veginn að lesa úr öllu svona og ég á ýmislegt ólæst í því, en það sem að stingur mér náttúrulega í augun að ríkisstjórnin virðist ekki hafa neinar áhyggjur af afkomu heimilanna í kjölfarið á COVID og bara þeim þrengingum sem að núna eru vissulega að ganga yfir, verðbólga og hækkandi vextir og allt það, og það er bara ekki nefnt á nafn í fjárlögum eða bara hjá ríkisstjórninni, ekki stefnuræðu forsætisráðherra og hvergi held ég. Þannig að nema þá að mjög litlu leyti ef að það er þá yfirleitt gert. Svoleiðis að mér finnst, ég er rosalega hrædd við það sem er framundan, af því að mér bara mjög óar við því hvað skilningur ríkisstjórnarinnar virðist vera lítill á því sem að við gætum staðið fram fyrir. Og VG hefur ekki glögg að sýna það, þannig að VG hefur ekki góð áhrif á hina flokkana að þessu leyti? Ég náttúrulega, og líka bara, það eina sem að ég hef nokkuð mann heyrt Katrínu segja forsætisráðherra það að það þyrfti að verja heimilin var að hún sagði að það þyrfti að gera, heimilin eru varin eins og gert var eftir síðasta hrun og ég veit að það er kalt vatn og myndi skins og hörund á fleirum en mér, Þetta sagði hann fyrir ári og síðan hefur bara ekkert verið gert. Þú ert formaður, fórnarlamba aðgerðarleysis. Aðgerða og aðgerðarleysis. Já. Þannig að ég er gríðarlega hrædd við þetta og við vitum það að leiga hefur hækkað mjög víða, jafnvel dæmi 10.000, þetta kemur fyrr niður á leigu heldur en
heldur en á verðtryggðu lánunum beint og leigjendur eru farnir að finna virkilega fyrir þessu og það á eftir að gerast, ég veit ekki, eftir 2-4 ár þá munu virkilegar afleiðingar fara að koma fram hjá þeim sem eru ennþá fastir í gildru verðtryggðra lána. Þannig að já, ég get sagt ykkur það, ég búin að leggja fram eða hvernig maður orðar það, nokkuð frumvörp og eitt af því og ég baði að það sett í forgang af því að við móttum velja einhver frumvörp sem myndi vera sett í forgang að það sem sagt að það verði sett þak á verðtryggingu bæði lána og leigu frá og með það verði frist sem sagt miðað við það sem hún í nóvember frá 1. janúar 2022 til 31. desember 2022. Það bara redding, sko, það ekkert meira en það. Það bara rétt til þess að verja fólk fyrir verstu áföllunum og ég vona að ég fái það í gegn. Út af þessu verðbólguskoti sem að ganga yfir núna. Já, bæði verðbólgu og þú veist, þetta alveg svakalegt. Ég tók dæmi daginn af lánin sem ég var að skoða, það sem var upp á 50 milljónir tekið fyrir 2 árum og meðaltalshækkunin á hverju mánuði á þessum 2 árum á þessum 50 milljónir láni 170.000. Sem að lánið hefur hækkað og ég ekki ennþá búin að skoða eða veit ekkert nákvæmlega hvernig hver hækkunin hefur verið síðustu mánuði með að við hvað hún var fyrst en ég alveg klár á því að hún miklu hærri núna síðustu mánuði en heldur hún var þá fyrstu á þessu láni. En 170.000 á mánuði sem að kemur ofan á. Þetta bara eins og snjóbolti að velta niður brekku en það eftir svona, eins og ég segi, ég veit ekki, 2 ár, 4 ár, þá fer þetta virkilega að koma niður á heimilum landsins. En segðu mér Ásta, því að Halldóra og Oddný höfnuðu öllu stjórnarsamstarfi við Sjálfstæðisflokkinn. Voru þið ekkert að skoða það í Flokki fólksins að svona bjóða upp á ykkur sem valkost á móti VG að Við vorum og kannski við langar meira að vita hvað myndirðu telja að þið myndu geta breytt þessu stjórnarsáttmála ef við tækjum VG út áherslumál þeirra sem ég veit ekki hvað svo sýnilega eru í stjórnarsáttmálanum og settum Flokk fólksins þarna inn. Myndi ríkisstjórnin breytast mikið? Getum við sett ykkur við samstarfið Framsókn og Sjálfstæðisflokk, hvar myndu ná saman og hver væri sérstæða ykkar áhersna? Sko við getum alveg sagt okkur og alveg verið í samstarfi við Sjálfstæðisflokk og Framsóknarflokk ef við næðum fram einhverjum okkar málum og það sem við náttúrulega hefðum alltaf sett á oddinn hefði verið 350.000 skatt- og skerðingarlaust. Þannig að enginn hefði minna en það á milli handanna og ég svei mér þá ef við höfum fengið það í gegn þá held ég að þú veist þá hefði rosalega stórt verið unnið. Við hefum aldrei fengið það í gegn sko, þetta svo stórt að ég sé ekki. Nei, við hefðum, sko eins og ég segi, það hefði reyndar, við vorum alveg með útreikninga á því að það þurfti ekkert að koma neitt harkalega niður eða neitt og svo hefði ég náttúrulega viljað fá bann og verðtryggingu lána heimilanna og annað sko, ég meina, en það, þú veist, ég veit það ekki, ég meina það eru hlutir sem að, við bara fengum aldrei kost á þessum umræðum og þegar þú fær það ekki þá þetta allt hvað hugsanlega kannski jafnvel eða eitthvað þannig sem að eiginlega skilar ekkert rosalega miklu en við hefðum alveg örugglega verið tilbúin til þess að fara í ríkisstjórnarsamstarf gegn því að ná gegn kjarabótum fyrir aldraða og öryrkja og já, ég bara fyrir heimilin almennt sérstaklega þau sem eru verst sett. Oddný, kannt þú að greiða út úr stjórnarsáttmálanum ef að tæki VG út úr sáttmálanum, hvaða raunverulega sem breyttist eða þetta kannski þannig að því að flokkarnir eru ólíkir og þeir ná ekki saman nema tiltölulega lítil hluta mála og þess vegna kannski þetta líta á þennan stjórnarsáttmála sem eins konar bráðabirgðasáttmála. Þá kannski helsta einkennið þessi þoka sem þú ert að lýsa, að þokan sé afleiðing þess að það ekki bara skýr stefna í neinum málum. Það ekki bara eiginlega betra að fá Framsókn og Sjálfstæðisflokkinn með Flokki fólksins eða Viðreisn heldur en að vera með þetta VG sem svona á að vera lengra til vinstri og svona, það meiri átaka línur á milli VG býst ég við í ýmsum málum, orku og umhverfismálum ætti að vera og einhver öðru við þessa flokka heldur að væri kannski ef það væri Flokkur fólksins og Viðreisn. Sko, fyrst og fremst vil ég nú bara að fá frá Sjálfstæðisflokkinn út úr ríkisstjórn. Ég held að það væri nú
mikið blessun fyrir Íslands samfélag, sko. En ég hef ekkert verið að greina þennan stjórnarsáttmála út frá hvað eru VG-mál og hvað eru Framsóknar og sjálfstæðismál. Ég sé hins vegar að það á að horfa til, það eru nú reyndar orð sem mikið notað í stjórnarsáttmálanum, að horfa til eins og þessa. En það á að horfa til aukins einkarekstrar í heilbrigðiskerfinu til dæmis og það hefur nú ekki verið ofarlega. Og vegakerfinu og miklu víðar. Og vegakerfinu. Þetta er að ganga til stef í stjórnarsáttmálanum ef það er eitthvað, þá er það bara aukin einkavæðing. Já, og á svona mikilvægum innviðum, hvað sem þeir eru nú efnislegir eða félagslegir og ég hef áhyggjur af því og síðast þegar ég gáði þá var þetta ekki á stefnuskrá Vinstri grænna, ég veit ekkert hvað þau hafa fengið í staðinn en forsætisráðherrann talaði að hún legði ríka áherslu á að kjör öryrkja yrðu bætt og það er auðvitað búið að segja þetta hverju ári nokkuð mörg ár í röð en ég vona að hún meini þetta og muni þarna leggjast á árarna vegna þess að kjaragliðnunin á milli þeirra sem eru á lágmarkstekjutryggingunni og svo þeirra sem þurfa að treysta algjörlega á greiðslu frá Tryggingastofnun verða 88.000 krónur á mánuði 1. janúar. Og þetta prósentustig sem þau eru að svona skreita sig með sem að þau segja að öryrkjar fái í kjarabót náttúrulega bara ekki neitt. En það verður til þess að þeir verður svona svipuðum stað og þeir sem að treysta á ellilífeyri, þetta verða þá 280.000 krónur á mánuði sem að þessi hópar eru að fá og það auðvitað sé hver maður, það getur enginn lifað á þessu. Og þegar að talað við hjálparstofnanir þá eru biðraðir þar að lengjast og þeir sem að standa í biðröðinni auðvitað fólki sem fast í þessari fátæktargildru og þar eru stærstu hóparnir öryrkjar og langveikar einstæðar mæður. Og við þetta ríka samfélag, við látum þetta ástand versna ár frá ári, það bætir alltaf í. Og muninn á lífskjarasamningunum núna og lífeyrisgreiðslunum, það var náttúrulega mikið kjaragliðnun áður en lífskjarasamningarnir duttu inn, en bara á þessu síðasta kjörtímabili þá brekkaði bilið upp á 25.000 krónur á mánuði. Þannig að vegna þess að öryrkjar og þeir sem að treysta á ellilífeyri fengu ekki sömu kjarabót og lífskjarasamningurinn gaf lágtekjufólki. Þannig að þetta bara, og það ekkert að sjá neitt annað en ykkur svona, það ekkert að sjá neitt í sko fjárlagafrumvarpinu að þeir eigi að koma á móts við þessa hópa sem verst eru settir. En það bara þessi orð forsætisráðherra sem að maður vonar að hafi eitthvað gildi inn í þessari umræðu allir saman. En sko, þó ellilífeyrisþegar eða eldra fólk fær að vinna sér inn fyrir 100.000 krónum meira heldur en áður var. Launatekjutryggingin þarna rýmkuð en það gerist ekki í öryrkjum og þá einhvern veginn að pína þau til þess að fara í starfsgetumat sem að þau hafa hafnað og eru tortryggin gagnvart og það eins og það eigi geta látið að hafa neina kjarabætur fyrir þau eru búin að kyngja því. Þeir kerfisbreytingu. Þannig ég fæði ekki til þess að segja að það væri eiginlega bara skárra að fá að restina miðflokknum myndi bara gangi í sjálfstæðisflokkinn og við fengjum bara klára svona hægri stjórn að glíma við, að það væri skýrari átök í þinginu og í þjóðmálaumræðinni heldur en að vera með svona ríkisstjórn svona sem að næri eiginlega ekki að setja fram mjög skýra stefnu í flestum málum. Það er ekki málið. Það er betra að hafa VG hérna inni að milda hjarta Bjarna Ben. Það er kannski betra að vera með stöðnun heldur en einhverja blúsandi stefnu til hægri sko, sem er svo erfitt að vinda ofan af. En það sem ég vil auðvitað sjá er vinstri stjórn, félagshyggjustjórn eða stjórn frá miðju til vinstri. Og við eigum ýmislegt sameiginlegt með Framsókn og VG í velferðarmálunum, með Pírötum og stundum Flokki fólksins þegar það kemur að velferðarmálunum og þar gætum við náð vel saman sem að VG náttúrulega ekki að ná fram í ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokknum. Nei. En til þá þyrftum við líka að fá Framsókn og sem að hefur engan áhuga sem að
var alveg ljóst í kosningabaráttunni að var bara að spyrða sig saman við Sjálfstæðisflokknum og svo þessi ítrekkaða ákvörðun VG að fara í þetta samstarf. Nú ekki hægt að segja að það hafi svikið kjósendur sína, þau lýstu sig yfir fyrir kosningar og Já, með vilja allra. Þetta eiginlega ríkisstjórnin, það eiginlega hægt að segja að þessi ríkisstjórn niðurstaða kosninganna, með það ekki, Árný? Sko, mér fannst nú Framsókn vera svolítið að sko, daðra bæði til hægri og vinstri, sko. Og þau voru að segja, sko, kjósið okkur af því að það eru við sem getum ákveðið hvort að hér verður vinstri stjórn eða hægri stjórn. Og ég held að einhverjir hafi einhvern veginn haldið það að þeir myndu snúa sig til vinstri, sko. Og kosið það. Bara í þessu tímabili þar sem að ríkisstjórnin virtist þurfa að falla, að þá var þessi tónn í Framsókn. Það gæti bæði til hægri og vinstri. En svo leið og svona síðustu 10 dagana þegar það var svona stemd í þetta, þá fannst mér þeir bara koma saman eins og bara bræður og fóstbræður, Bjarni og Sigmundur Ingi. Sigurður Ingi. En heldurðu, Gunnar Smári, að þessar kosningar hafi raunverulega verið vinstri hægri? Ég skynjaði það ekki þannig. Mér fannst þessar kosningar vera miklu meira það að fólk búið að vera hrætt, í 2 ár í COVID. Það búið að vera mikið óöryggi og óvissa sem að fólk að upplifa. Og ég held að það hefur bara verið að kjósa einhvers konar, það sem það upplifir sem einhvers konar stöðleika. Það að segja eitthvað svona better the devil you know, ef að ég má sletta. Og það hafi verið Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn spiluð bara ótrúlega vel inn á þetta í kosningabaráttunni sinni og meðan að við hinn sem vorum kannski að tala kerfisbreytingar, það var bara ekkert að spila vel inn í þessar aðstæður og þessa óöryggistilfinningu og hræðslu sem fólk bara upplifa. Þannig að mig grunar að það hafi spilað stóra rullu í niðurstöðunum á þessum kosningum. Ég held að það hafi verið miklu minna eitthvað hægri vinstri. Ég held að það hafi verið miklu meira íhald versus einhvers konar frjálslyndi eða framtíðarsýn, bara öryggi. Öryggi stjórnendurna, VG spila líka inn á þetta, bara upp á Katrínu sem forsætisráðherra og eiginlega var ekki að flagga stefnu sinni í neinum málum, þannig að sömuleyti var þetta var ekki málefni, við getum ekki sagt að það hafi verið kosið húsnæðismál eða heilbrigðismál og við getum haldið áfram að tala kvótann eða nokkuð skapaðan hlut. Það er ekki hægt að benda á að það hafi verið kosið neitt sérstakt. En sá sem gæti svarað þessu sem situr hérna við borðið, hvað var kosið, er náttúrulega sigurvegari kosningarnar, Ásta Lóa. Hvað fannst þér að kosningarnar hafi snúist um? Mér fannst það snúast málefni mikið, ég er sammála því að þetta hafi ekki verið mikið hægri vinstri og ég reyndar, ef það er fyrir utan náttúrulega okkur, að þá var Framsókn í rauninni sigurvegari kosninganna og ríkisstjórnin hangir í rauninni á því. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn, hann hélt sínu, hann er með sinn fasta kosningahóp, hann hélt honum, VG tapaði, bara töluvert miklu. Og ef að Framsókn hefði líka bara haldið sínu, þá væri þessi stjórn bara með eins manns meirihluta. Sögum við Ásta, af hverju vann Framsókn? Já, ég held einmitt að þar kannski kemur þetta, fólk, það óttast pínulítið, bara mjög margir, ég ætla ekki að segja hvort það er með rétt eða röngu, en það eru margir sem óttast það sem hefur verið kallað í alls konar áróðri og annað, bara vinstri glundróði og annað þess áttar. Og Bjarni nær einhvern veginn að halda þeirri umræðu mjög mikið uppi og hún hefur bara verið mjög áberandi oft á tíðum en það sem að hins vegar voru kannski ekki allir til í að fara bara beint í Sjálfstæðisflokkinn en færðu sig þá kannski yfir á Framsókn og svo veit ekki með okkur, ég fann alveg gríðarlega meðbyr í gegnum alla kosningabaráttuna, ég var farin að halda að ég væri í ímyndinu veg. Þú mældist alltaf mjög vel í Suðurkjördæmi, þannig að það er ábyggilega alveg rétt mat hjá þér. Það var eiginlega hægt að sanna það bara með könnunum að þú varst alltaf í góðri stöðu í Suðurkjördæmi. Já. Eða Flokkur fólksins, Suðurkjördæmi er náttúrulega að sömuleyti öðruvísi kjördæmi en mörg önnur. Það er svona leggst sérstaklega fylgiðar. En það var ekkert ímyndin á þér, þið voru alltaf í góðri stöðu í Suðurkjördæmi. Já, ég vissi það, en hún væri svona góð, eins og raun bara vitni. Ég meina, það verður nú bara að segjast, ég vissi að ég væri inni, en ég held ég er kannski, ég veit ekki, 8., 9., 10. eða eitthvað þess þar. Ég er eins og 3. þingmaður inn í Suðurkjördæmi.
og það náttúrulega alveg bara ótrúlegur árangur. Það Sjálfstæðisflokkurinn, það Sigurður Ingi og svo kem ég og svo kemur Sjálfstæðisframsókn sko. Þannig að já, Oddný einhvers staðar hérna djúpt niðri. Já, mér minnir að það sé allavega næstu 4 sæti á eftir mér eru Sjálfstæðis og Framsókn til skipti sko. Þannig að og ég held bara við höfum bara verið rosalega sterk málefni. Við erum náttúrulega líka með sko Inga og Guðmundur stóðu sem náttúrulega bara gríðarlega vel á þingi og hafa gert og hafa staðið upp fyrir fólk sem hefur ekki verið staðið upp fyrir almennilega og þau tók það fólk, öryrkjar og aldraðir bara vissu það að þetta ef þeir vildu fá eitthvað til að berjast fyrir sig þá væri það Flokkur fólksins og síðan kem ég inn með málefni heimilanna og kannski líka svolítið þekkt fyrir þá baráttu sem ég hef ég kom ekki bara sem óskrifa blað inn í þetta, þannig að ég held að bara þetta hafi allt spilað saman og svo reyndar í öllum kjördæmum vorum við bara með mjög sterkt fólk, enda náðum við inn kjördæmakjörnum mönnum í öllum kjördæmum, sem bara eins og ég segi, þetta var alveg stórsigur og miklu meira heldur en okkur hafði í rauninni þorað að vona, en eins og ég segi, meðbyrði var líka alveg gríðarlegur. Þannig að getur verið ástæðlega stundum að tala það að flokkar eins og Flokkur fólksins að það mælist einhvern veginn undir í öllum könnunum að það sé stundum sagt að það sé fólk sem ekki hringt í að það sem ekki rétt heldur kenningin svo að það sé vinsælla á miðju kjörtímabili að segjast styðja Pírata eða Sjálfstæðisflokkinn eða whatever en ekki svona flokka eins og Flokk fólksins sem að berjast fyrir lítilmagnan sem verður að segja að í mannfélaginu ekki vinsæll staða, það svona vinsæll að standa með þessu sem að sigra og eitthvað svona. Að þið séuð bara kerfisbundið 2-3% undirmæld, eða prósentustigum undirmæld í öllum konum. Það virðist. Nú, þetta eitthvað út. Þegar fólk komið á ákveðin aldur, en svo getur líka bara verið að eldra fólk að þegar kannanir eru í gegnum netið og svona, það svarar oft ekki þannig kannunum. Það myndi kannski frekar svara símtölum, sko, þannig að ég veit það ekki. Ég bara ger mér ekki alveg grein fyrir af hverju þetta stafar. Já, og það sem að gerist síðustu dagana fyrir kosningar að því að könnunarfyrirtæki viti þetta, að miklu ábyggilegri kannanir sem eru gerðar í gegnum síma, þá svissaðu frá netkönnunum yfir í síma og þá verður oft breyting sem að kannski ekki breyting sem í afstöðu fólks, heldur það bara breyting sem að betri könnunaraðferð nær að fanga heldur en hinn. Þannig að þetta, ég veit ekki, þau verða kannski að laga þetta eitthvað hjá sér könnunarfyrirtækin að vera með útrýmingar. Þeir voru ekki koma vel núna. En Oddný, þegar við erum að tala um Flokk fólksins, þetta alveg frábær árangur á Flokki fólksins, við erum með mann í hverju kjördæmi og það langt síðan að þið að við erum haft þessa stöðu í samfélkingunni. Þetta gerir svona stjórnmálaafl svona breiðara og öruggara að vera með fót í hverju kjördæmi. Já, algjörlega. Við vorum nú með mann í hverju kjördæmi á síðasta kjörtímabili, sko, þannig að það nú ekki lengra að segja. En nú erum við ekki með manni í norðvestu kjördæmi og það þetta ekkert til þess að hrópa húrra fyrir. Þau náðu góðum árangri. Það nú bara það. Kanntu að lesa í það? Þetta skilaboð frá kjósendum? Eitthvað sem að þið getur tekið til ykkar? Þetta nú flestra mati þetta metið sem svona viljayfirlýsing frá þeim sem að standa höllustu fæti og það náttúrulega að vera skilaboð til jafnaðarmanna. Þetta fylgi sem ætti að vera hjá ykkur, svona sögulega. Algjörlega. Og við náttúrulega, við höfum lagt fram mörg mál, ekki síður en Flokkur fólksins, einmitt þess að auka jöfnuð og bæta kjör þeirra sem að verst eru sett og reyna jafna leikinn á milli þeirra sem að hafa það best og maka krókinn, sko, og hinna sem að eru í vandastaddir. Sennilega bara hafa okkar skilaboð ekki komist eins skýrt í gegn, bara ekki náð til fólksins eins skýrt eins og þeim hjá Flokki fólksins tókst að gera. Í velferðarmálunum ekki mikill munur á okkar tillögum. Við erum kannski aðeins raunsari svona þegar kemur að kerfisbreytingunum, ég skal ekki segja. En
en sannarlega höfum við í þinginu staðið með Ingu og Guðmundi Inga í mörgum málum og þau með okkur sko. Þannig að ég vona bara að samstarfið verði ágætt við Flokk fólksins þessi stóru velferðarmál sem við verðum að ná árangri, við verðum að fá ríkisstjórnina til þess að viðurkenna það að svona getum við ekki haldið áfram. Og mér finnst það líka bara svo skammalegt fyrir þessa ríku þjóð að hér skuli fátækt aukast og það var athyglivert í stjórnarsáttmálanum að aldrei minnsta fátækt og ekki svona sýnilegar aðgerðir til þess að útrýma fátækt og auka jöfnuð. Aðgerðir í húsnæðismálum voru minni heldur en það voru í loforðunum sem að þau stóð ekki við varðandi lífskjarasamningana. Þannig að það er mörguleiti hægt að gagnrýna sko, stjórnarsáttmálanum að vera raunverulega afturför í svona velferðarmálum, bæði frá yfirlýsingum flokkana og svo líka bara frá loforðunum í tengslu við lífskjarasamningin. En að því að þú nefndir svona að ná í gegn og svona, annars ég ætla að vera að tala við sem einhvern svona oldtimer, en þú ert með mestu þingreysluna. Er umræðan kannski fyrir kosningar, er kosningabaráttan að stærra leyti fyrir fram í auglýsingatímanum, frekar heldur en í einhverju svona umræðu eða það sem er svona svigrúm til þess að ræða pólitíka og einhverju svona dýpt og viti? Já, ég held að það var nú skipt máli sko á hvaða slagorð flokkarnir voru með sko. Og hvaða tilfinningu svona þeim tókst að vekja upp hjá kjósendum og það má vera að við höfum ekki verið nógu skýrt þar. En þetta allt svona, og það auðvitað þannig að í fræðunum, kosningabaráttu fræðunum, að það skiptir máli að vera með einhverja strategi og það skiptir máli að geta einhvern veginn tjáð stefnuna í einni setningu sko, eða komið helstu skilaboðum fyrir í einni setningu og hugsanlega hefur okkur allavegana, uppskárum við ekki nægilega vel, en við erum ekki baki dottin vegna þess að okkar hugsanir eru bara svo stórar að við getum ekki hægt að tala fyrir þeim og vinna að þeim og þess vegna vil ég taka höndum saman við Pírata og við Flokk fólksins og þau sem eru einmitt leggja áherslu á þau atriði þar sem að hjarta slær á réttum stað þegar það kemur að velferðarmálanum og húsnæðismálin eru velferðarmál. Það mikið talað húsnæðismál sem efnahagsmál sem þau sannarlega eru en þau eru líka velferðarmál. Og við viljum leggja áherslu á að halda áfram að styrkja almenna húsnæðiskerfið og það ekkert að sjá neitt í þessu fjárlagafrumvarpi, það eina sem í því það sem var samið í lífskjarasamningunum sko. En það þarf að gefa mikið í og út allt land í þessum félagslegum lausnum í húsnæðinu og við að horfa á þá sem eru á leigumarkaði og þá sem bara hafa ekki efni á því að vera á þessum almenna markaði sem náttúrulega svolítið svona grimmur og það verður að setja leigubremsu, ég tek undir það og ég veit að verkalýðsfélögin hafa lagt á það líka áherslu og mér skilst að sé tilbúið eitthvað frumvarp. Við fáum að ræða málefni og kjör leigjenda í gegnum einhver stjórnarmál, meðal annars leigubremsu og hvernig hægt að verja leigjendur fyrir hækkunum. Leigubremsa þar reyndar alveg svakalega veik, 30%, má hækka 30%. Á 3 árum. Í þessu frumvarpi sem bara bremsa sem eiginlega í sögulega þú fyrir aftur á baki tímana þá hún eiginlega aldrei virk sko. Þannig að breytir engu þessi leigubremsa. En má ég spyrja þig Halldóra því að ég þarf að sleppa þér því að þú átt lítið barn heima. Stjórnarandstaðan núna, hún svolítið öðruvísi svona karakter yfir henni meðal annars að því að Ásta Lóa og Flokkur fólksins unnu en Sigmundur Davíð og Miðflokkurinn töpuðu. Heldurðu að stjórnarandstaðan verði kannski meira samstiga núna og geti svona sótt að ríkisstjórninni samhent á svona tilteknum málum eins og kannski málum sem hefur verið rætt hér eins og velferðarmál og húsnæðismál og öðru slíku að það verði einhvern veginn öðruvísi svona átakalínuð í þinginu heldur að var áður þar sem að þið voru kannski að sækja með þessum hætti að ríkisstjórninni
á síðasta kjörtímabili á meðan að Miðflokkurinn var í þriðja orkupakkanum og svona sínum eigin leiðangrum. Já, ég held að við höfum alveg sýnt það bara strax núna í upphafi þings að við erum miklu samstilltari og þéttari stjórnarandstaða heldur en að við vorum á seinasta kjörtímabili og ég held að það miklu leyti útskýri það bara breytt samsetning og annað og ég vona að það einhvern samstarfi eftir að ganga vel út af því að mér finnst það sérstaklega mikilvægt, ég held sko á seinasta kjörtímabili, þá var ég get ekki talið fyrir aðra, en ég var allavega mjög svona vongóð gott samstarf við stjórnina og þá sérstaklega í ljósi þess að þau voru sérstaklega að leggja áherslu á það í stjórnarsáttmálanum sínum að efla þingið og efla stjórnarandstöðuna og efla lýðræðið og ég bara svona hugsa ok, þetta verður skemmtileg tilraun að sjá hvernig þetta gengur hjá þeim. En svo kemur bara í ljós að ég held að þau hafa bara áttað sér fljótt á því að það var ekkert að ganga upp og því þau áttu flokka saman eins og Vinstri græn og Sjálfstæðisflokkin saman í ríkisstjórn sem eru vissulega miklu íhaldsflokkar, báðir tveir ásamt Framsókn, að þá málefnalega eru þau svo ósamstíga að þau þurfa að ná sín á milli einhvers konar sátt málin, eða ósátt málin. Þannig að þegar þau eru komin lögð fyrir þau eru búin að málamiðla sig alveg út í hot, þannig að þegar þetta er lagt fyrir þingið og eru komið inn í nefndirnar, að þá er ekkert svigrúm, ekki neitt fyrir stjórnarandstöðuna til þess að koma sínum breytingum inn í málin, út af því að þau eru bara komin á stað þar sem það má ekki hrófla við þeim lengur, út af því að þá springur allt inn á stjórnarinnar. Þetta kom mjög fljótt í ljós og það skapaði mjög leiðilega og erfiða stemningu inn í nefndunum. Það var einhvern veginn, þetta var bara svona meirihluta ræði bara í sinni fyrstu merkingu. Það er að segja að það var öllu bara einhvern veginn svona tutta í gegn. En svo á sama tíma þá var stjórnarandstaðan til staðar til þess að aðstoða Vinstri græna með mál sem að þau hefðu annars ekkert komið í gegn, eins og með þungunarrofið og önnur mál sem að þau hefðu ekkert náð í gegnum þingið að það væri ekki fyrir stuðning stjórnarandstöðunar. Þannig að þetta sýndi sig bara á seinasta kjörtímabili að það vilji stjórnarandstöðunar til þess að vera í einhvers konar þessi samstarfsvilji okkar og von að það væri raunverulega hægt einhvern veginn efla stjórnarandstöðuna, það var það engu og núna þá held ég að sé rosalega mikilvægt að við séum bara dálítið þétt og öflug stjórnarandstaða út af því að mér þykir þessi stjórn verða bara gerræðislegri með hverjum degi sem líður og hvernig þau byrja þingið, hvernig þau fara af stað, hvernig þau fyrstulega bara örstutt, það að þessi 3 formenn í raun og veru skrifa þennan stjórnarsáttmála. Mér langar, ég hefði áhuga að vita hvort að ráðherrar hafi haft einhverja aðkomu út af því að ég veit ekki betur en að ráðherrar hafi bara ekki haft neina aðkomu. Hvorki að fjárlögum, stjórnarsáttmála, þingmálaskrá, Eða uppstokkun stjórnarráðsins, það gerði þetta bara 3. Já, þau eru bara 3 að gera þetta allt saman. Þetta er bara, mér finnst þetta að vera bara svona mindblown ef að ég á að vera algjörlega, heiðarleg að þetta Ég langar að spyrja þig, Halldóra, því að þú talar svona hlutverk stjórnarandstöðunnar sem aðhald og mótvægi inn í þinginu við ríkisstjórnina, en hlutverk stjórnarandstöðu líka að bjóða upp á valkost. Þannig að ykkar hlutverk, á meðan að stjórnarflokkarnir bjóða raunverulega fram, eins og við gerðum núna síðast, sögðu að þetta var eiginlega kosningabandalag, að þá verðið þið að búa til nýja ríkisstjórn í stjórnarandstöðunni sem valkost á móti. Sérðu það gerast? Þið 3 getur kannski náð saman, þessi 3 flokkar, en svo ertu komið með Viðreisn sem nú svona frekar hægri sinnaður flokkur og svo ertu með Miðflokkinn og sérðu fyrir þér að það sé hægt að raunverulega að mynda einhvers konar bandalag og einhverja stefnu sem raunverulegt mótvægi í næstu kosningum við ríkisstjórn þessara 3 flokka. Því að það náttúrulega kannski gengur ekki fyrir Pírata og Samfylkinguna að segja að við viljum fara í ríkisstjórn með flokkunum sem að raunverulega vilja freka fyrir ykkur alltaf aðra ríkisstjórnina en með okkur. Ég sé það alveg að það margt sem að sameinar okkur en líka margt sem eins og til þess að þú tekur Viðreisn sem dæmi, Viðreisn og Samfylkingin, við gætum unnið vel saman að breytingum í sjávarútveginum og
möguleikar á nýrri stjórnarskráni þótt að það sé svona skipta skoðanir innan Viðreisnar með það. Og þegar kemur að loftslagsmálum og annað, þá erum við mjög samstíga, þessi 3 flokkar. En ég viðurkenni alveg að þegar kemur að efnahagsmálum, þá erum við, engan veginn samstíga og þá ættum við kannski meira heima með flokki fólksins í mörgu þar. Þótt að ég átta mikið alveg á, hvernig efnahagsstefna flokks fólksins svona raunverulega, þannig að það kannski eftir að koma betur fram. En þegar það kemur að, okkar, ég veit ekki alveg hvernig ég á að svara þessari spurningu. Það voða erfitt að segja stjórnarandstaðan eins ólík og við erum þessi flokkar, margir hverjir, að við getum sýnt það að við getum öll verið einhvers konar valkostur. Ég meina við buðum upp mjög skýran valkost núna í stjórnarmyndunarviðræðunum. Við buðum upp á það að styðja við minnihlutastjórn. Það var ekki meiri áhugi fyrir því en svo að það var ekki einu sinni yrt á okkur, eitt símtal eða svarað formlegri beiðni eða pósti, það var engin áhugi fyrir því. Og ég held að það sé bara, eins og ég sagði áðan, þessi 3 formenn, þeim líður bara ofboðslega vel saman. Þannig að skýr valkostur. Ég held að við höfum alveg sýnt fram á það að við getum unnið saman að svona stórum málaflokkum, allavega þessi 3 flokkar, Samfylkingin, Píratar og Viðreisn, og ég held að það hafi ennþá verið bara mjög góður valkostur. Þú skilur flokk fólksins eftir í upptalningunni? Já, flokkur fólksins með fullt af málum sem við getum unnið saman að, en það líka önnur mál sem mér þykir bara sem að ég bara alls ekki vissum að við náum saman eins og til dæmis þegar koma að þungunarrofsmálinu og þá voru flestir, ég held að þau hafi verið algjörlega þar á móti þegar kemur að kvenfrelsismálum og jafnréttismálum og öðrum málum og þá bara, loftslagsmálunum og öðru, þá erum við ekkert endilega að ná saman með flokki fólksins, þá við náum saman þegar kemur að því að auka fjárlög til heilbrigðiskerfisins og til öryrkja og aldraðra og öll félagshyggjan, þar náum við mjög vel saman til dæmis. Þannig að þetta bara svona, þetta snýr að því að við getum unnið mjög vel saman af þessum málum en ég ekkert viss hvort það myndi virka saman í stjórn. En nú ég bara, kannski á annað eftir að koma í ljós. Þetta mjög snembærar stjórnarmyndunarviðræður sem ég í hérna. En mér finnst þetta samt athyglisvert, Við erum með flokka sem Sjálfstæðisflokkur og Framsókn sem eru bara íhaldsflokkar 20. aldarinnar og svo erum við með VG sem svona, allavega helmingurinn, rúmlega helmingurinn af svona vinstri stofnanaflokkunum afleiðinni. Og ekki kannski gengi í gegnum svona mikla svona róttækna sjálfskoðun og eitthvað fleira eins og Samfylkingin hefur gert. Þannig að við erum með svona leifarnar af stofnanastjórnmálum 20. aldarinnar sem í ríkisstjórn. Í stjórnarandstöðu erum við með alla kjósendur og allt stjórnmálafólkið sem vill bara eitthvað annað. En bara þetta eitthvað annað bara svo ólíkt. Þannig að sér þú það fyrir þér Ásta Lóa að það sé hægt einhvern veginn að raka saman þetta eitthvað annað yfir í eitthvað svona raunverulegan valkost við bara, ekki bara best að hafa þetta eins og þetta hefur alltaf verið, sem að var, kosningalofvörð Framsóknar. Er þetta ekki bara of ólíka, eða ættu þið að hugsa það, eða ættu þið bara að passa að halda áfram að vera ólík, en þá náttúrulega endið aldrei í stjórn, þá verður bara gamla stofnunin sem fer með völdin og mætir til kosningu og segja við gerum þetta og við gerum hitt og þetta, þá munum þau bara halda völdu kannski næstu 10-20 ári, Já, stórt spurt, Ég nefnilega ekkert mikið í svona, pólitískum pælingum, almennt séð. Ég bara vil breyta ákveðnum hlutum, ég vil breyta forgangsröð og ég til dæmis bara því að það sé, fólk sé sett í forgang en ekki fjármálafyrirtæki og allt þetta. Það í rauninni kjarninn í stefnum Flokks fólksins og það kjarninn í því sem ég vil. Það Flokkur fólksins vil fara í stjórn, eða ekki? Vil ekki fara í stjórn? Flokkur fólksins myndi alveg vilja fara í stjórn og eins og ég segi, ef að það hefur verið boðið upp á einhverju samræður það, þess að þetta bara mitt mat. Ég allavega bara, ég man bara kosningamorgunin því ég horfði á stöðuna þá, eða morgunin eftir kosningarnar, að þá hugsaði ég bara Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur eru alltaf að fara saman og þeir geta í rauninni ráðið hverju þeir bjóða með þessu.
og ég sá aldrei sem raunhæfan möguleika neitt annað, svo ég bara segja alveg svo vegna þess að ég bara hafði enga trú á því að Framsókn myndi frekar vilja fara í 4 eða 5 flokka stjórn heldur en að vera í 3 flokka stjórn. Það bara, þú veist, af því að það rauninni þurft þá til, þeir hefðu þurft að gera þetta. Þannig að ég, eins og ég segi, jú, við hefðum skoðað það mjög alvarlega og við hefðum verið beðin að vera með og vegna þess að valkosturinn hefði verið að fara inn í stjórnina og ná einhverju fram og einhverju sem okkur fannst virkilega skipta máli eða bara ná ekki neinu fram kannski. Heitir svona mála, ég ætla að taka undir það sem Halldóra sagði snemma í þættinum, hún sagði að maður verður alltaf að hafa von, annars gefst maður bara upp og það er margir búin að segja við mig, þú nærði einhver í gegn og eitthvað svona og ég verða að ég nái hlutum í gegn. En það er búin að leggja fram einhver 10 frumvörp. Þannig að sko en eins og ég segi, ég veit það ekki, ég bara ekkert komin algjörlega inn í, pólitíkina þannig séð, ég hugsa þetta ekki þannig. Nei, en þetta, stutt eftir kosningar, þá kom Logi Einarsson, formaður Samfylkingar af Rauðaborðið. Og hann var svona á því að þetta væri bara eiginlega svona vinstri bara slegið niður á eitthvað 0 punkt og nú þyrfti bara að endurhugsa alla taktík og ekki bara í flokkonum og með þetta svona að gefa undir fótinn að væri bara að skoða það með verkalýðs, bara hreyfingunni og ýmsu öðru slíku. Hvað segir þú þetta, Oddný? Þessi staða að sko stofnanaflokkarnir séu raunverulega að halda utan völdin og svo eru fólki sem vill eitthvað annað, tvístrað í 5 flokka á þingi? Þetta er flókin svona pólitísk staða, hvernig á að finna út svona hvernig þið ætlið að ná völdum. Því að auðvitað verður það þannig að á meðan að þessi flokkar halda saman, að þá munu þeir bjóða fram og valkostur verður það að það verður ríkisstjórn stjórnarandstöðunnar sem fólk verður að hafa trú á að stjórnarandstöð geti tekið við völdunum og svo ertu með þessa afturhalds og stöðnunar ríkisstjórn. Já, þetta er ekki skemmtileg mynd sem þú dregur hér upp. En það væri sko vænlegt til árangurs ef við værum með svona blokkamyndanir eins og í nágrannalöndunum. Það væri rauða blokkin og bláa blokkin og rauða blokkin væri með svona ákveðin mál sem þau geta sameinast og þó það væri einhverju svona variasjónir svona með aðra hluti en að stóru málin væri eitthvað sem við gætum öll sameinast Minn draumur er sá varðandi stöðunni eins og hún er núna að við náum því stjórnarandstaðan að bera uppi mál verkalýðshreyfingarinnar inn á þingi og vera svona þeirra bakhjarl inn á þingi og verkalýðshreyfingin þrýsti á ríkisstjórnina úr einni átt og svo gerum við það sama inn í þingi þegar verið að afgreiða málin og þarna, ég meina verkalýðshreyfingin er stór og ASÍ er stórt og mikið batteri sem að nær stjórnmála ásan á milli og þess vegna ætti við alveg í stjórnarandstöðunni að geta tekið upp þeirra baráttumál og þrýst á ríkisstjórnina að bæta þeirra kjör sem eru verst settir, taka félagslega íbúðakerfið í gagnið og heilbrigðiskerfið verði fái aukinn forgang og greiðsluþátttakan fari meira niður en í einhverjum örlitlum skrefum eins og gert er nú ráð fyrir og svo framvegis. Og ég held að þannig gætu við ná góðum árangri en hvort að út úr því kemur eitthvað afl sem að verður síðan valkostur við þessa íhaldssömu stjórn veit ég ekki sko, en við gætum hugsanlega náð árangri í þessum stóru málum sem að skipta launamenn svo miklu og ég tala nú ekki að standa vörð velferðarkerfi vinnumarkaðarins í rauninni, þau réttindi sem að launamaðurinn vinnur sér inn á vinnumarkaði og þar eru alls konar hættuljós að kvikna launaþjófnað og eitt annað sem að
við þurfum að vera vakandi yfir. Og við getum gert það. Já, Ísland náttúrulega í einhverju svona þroskastígi að það er komið sko fjölflokka systemi sem á Norðurlöndunum, en það er ekki komnar þessar blokkir og þú fær náttúrulega ekki ósk þína rauðu blokkina uppfyllta fyrir að VG vaknar upp og gengur yfir línuna til ykkar. En mér langar að spyrja Ástarlóu svona í lokin. Ég veit að þú ert að biðjast undir að fá svona spurningar, en ég ætla samt að spyrja það þessu svona, ef það væri svona blokkir, þannig að væri með Samfylkingun og VG og eitthvað svona í rauðu blokkinni býst eða Pírata myndu þar, svo varum við með hægri blokkina sem væri Sjálfstæðisflokkur og eitthvað fleira. Myndu þið upplifa ykkur að þið ættu að vera í rauðri blokk eða blárri blokk eða bara á milli blokka? Já, þetta er áhugaverð spurning. Það hefur verið svolítið, sko mér finnst nefnilega, Flokkur fólksins í rauninni, já, það er margir mjög erfitt með að staðsetja hann á rófunum, maður hefur tekið eftir því. Við erum svona svolítið öðruvísi af því að ég veit það ekki. Ég meina, ég til dæmis er engan veginn, svo ég bara segi það hér, hrifin af einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu, en á sama tíma að þá er ég ekki til í að fórna hagsmunum sjúklinga fyrir það að það megi ekki nota einkavæðinguna á meðan hún er og þarf til þess að enginn þurfi að þjást lengur heldur en sem sagt nauðsyn ber til, ef við getum orðað það þannig. Við getum þá í þessu sambandi alveg talað að það er búið að spila á kerfi þannig að þess vegna er nauðsyn á einkavæðingu af því að það er búið að svelta það en engu að síður, þetta er staðan sem er. Og þetta er til dæmis, þetta er mér finnst vera gott, mjög margt gott til vinstri, það er líka ýmislegt gott til hægri, það er verst þegar einhvern veginn það er bara annað hvort sem á að ganga. Þannig að ég bara, ætla bara að segja það, ég bara veit það ekki, við myndum bara fara eftir okkar málefnum. En ég náttúrulega er í harðri baráttu við, já, við skulum bara orða það við það sem að mér finnst nú vera Sjálfstæðisflokkurinn, en VG hefur samt svo sannarlega ásamt Framsóknarflokki bakkað upp. Og það er bara þessi gríðarlega þjónku við fjármálakerfið. Ég til dæmis algjörlega á móti henni og það myndi flokkast til vinstri, er það ekki? En eins og ég segi, ég bara veit það ekki. Við erum bara, þetta hefur ekki verið rætt í flokknum og ég ætla ekki að fara að gefa neitt út það hérna. En við erum hvorki, við bara tökumst á við hvert málefni þegar það kemur og horfum þá á stöðuna. Og ég vil gjarnan fá að halda því og ekki vera föst í einhverjum sem sagt að svona eigi þetta vera, ég vil bara geta hort á stöðuna eins og hún er og metið hvað er best og það getur vel verið að það sé eitt núna og annað eftir 10 ár eða hvernig sem það er, en ég veit ekki hvort skilja hvað ég er að menna. Já, ég skilja það og ég held að þetta verði sko ef þetta er leikur að þá er framundan svona hvet ég áhorfendur til að fylgjast með stjórnarandstöðunni, hvernig vinna saman, annars vegar það sem Oddný var að segja, hvernig stjórnarandstaðan verður svona pólitískur málsvari verkalýðshreyfingarinnar inn á þingi sem kannski stilla saman baráttu alþjóðunnar, bæði utan þings og innan þings og svo hvernig flokkarnir eru að vinna saman og hvort það sé að þetta sýnilega einhverja svona blokkamyndanir eða einhverju raunverulega. Ég hef náttúrulega alveg unnið náið með verkalýðshreyfingunni eða sumum í verkalýðshreyfingunni í sambandi við gegnum hagsmunasamtökin og svo náttúrulega líka ef ég seti í stjórn eins og félagsgrunnskólakennara, bara steig út úr henni núna því ég komin á þing. Þannig að ég að sjálfsögðu berst fyrir réttindi launamanna, alltaf. Þannig að sko, eins og ég segi, þetta er bara ekki alveg svona klift og skorið alltaf í mínum huga. En ég vil bara fyrst og fremst breyta eins hugsuninni til dæmis með, ef ég má orða það þannig, eins og til dæmis hvað er stöðugleiki. Bjarni tala mikið stöðugleika. Ég segi bara stöðugleiki fyrir hvern, vegna þess að þetta virðist alltaf byggja á stöðugleika fyrir fjármagnsöflin, á meðan að í rauninni stöðugleiki heimilanna virðist eiga því að það að lánin hækki stöðugt. Og við og til þess að ná stjórn á verðbólgu þá eru hækkaðir vextir og hvað gerir það? Það hækkar álögurnar á heimilin í rauninni miklu verri hátt heldur en að þurfa að glíma við hækkun á mjólkurlítranum eða bensínlítranum sem er nógu slæmt. Og í rauninni bara veitir bara fullt af fjármunum bara beint inn í, eins og ég orðaði það, uppistöðulón bankana sem að þegar eru svo yfirflæðandi að það er verið að borga út núna hvað Arion banki 88 milljarða í arð. Ég meina, það eru þessi hlutir sem við þurfum að hjóla í.
að við séum ekki bara með heimili hérna sem að það er bara eins og þeir bara fara með troll á þau, alltaf. Það er alltaf hægt að veiða meira þar. Þetta eru hlutum sem ég breyta og ég veit ekki hvort að ég hugsa það sé meira vinstri en hægri, en hérna, einhvað síður. Ég langar ekkert endilega að setja stempil á það. Við vorum bara að velta fyrir okkur hvort það væri svona, væri hægt að þetta eru einhverja breytingar svona á stjórnarandstöðunni að þessu leyti. Herðu, en ég þakka ekki kærlega fyrir, Halldóra er búin að yfirgefa okkur, hún á lítið barn eins og þekkt og það nú er aðventan og við verðum að hugsa fjölskyldunum okkar, því miður eru þingmenn vinna þeir mest á aðventunni, leiðilegt fyrir þá og þeirra fjölskyldur, en við óskum ykkur bara góðs gengis, Oddný og Ásta núna í desember og svo á kjörtímabilinu að veita þessari ríkisstjórn hörku aðhald, því þetta er náttúrulega rétt, þetta er ekki ríkisstjórn stöðugleika, það er ekki stöðugleiki hjá leigjendum sem að leyfa við sífelldar hækkanir, það er ekki stöðugleiki hjá byggðum sem að missa kvóta sinn og þar fram. En þetta er Rauða borðið í kvöld, við sjáum svo aftur annað kvöld. Á eftir held ég að segja þáttur unga fólksins, þið getur fylgst með því á samstöðinni. Þið farið bara inn á samstöðina á Facebook og þá sjáum við hvað í boði. Og svo á morgun verður Hinn Reykjavík sem þáttur borgarmálefni og svo þannig að Rauða borðið er þriðji þáttur hérðan í frá, annað kvöld klukkan 8. Sjáumst þá. Takk fyrir kvöld.